20 síðustu ára. Vanrækta fólkið sem aldrei sá góðæri var ekki boðið í veisluna en þarf nú að borga fullt verð fyrir allsnægtir fárra útvalina. Góðir Íslendingar, á undanförnum vikum hafa stjórnarherrar þessa lands opinberað máttleysi sitt og mótsagnir svo munar. Í vonlausri baráttu sinni í að firra sig ábyrgð hafa þeir bent á alla aðra en sjálfa sig. Þetta var undirmálslánum í Bandaríkjunum að kenna. Þetta var bönkunum að kenna. Þetta var útrásarvíkingunum að kenna. Þetta var EES-samningnum að kenna. Þetta var bresku hryðjuverkalögunum að kenna. Þetta var neysluæði íslensku þjóðarinnar að kenna og þeim sem misnotuðu frelsið. Þetta var öllum öðrum að kenna nema þeim sjálfum. En hverjir voru það sem einkavinnavæddu bankana? Hverjir voru það sem skrifuðu undir EES-samninginn? Hverjir voru það sem sömdu regluverkið og áttu að sinna eftirlitshlutverkinu? Hverjir gáfu áhöfninni frelsið til að misnota það? Jú, það voru þeir sömu og stýrðu skútunni í strand. Það á ábyrgð skipstjórans að leggja úr höfn á lekum bát og styðjast við gölluð sjókort. En nú stendur hann berrasaður í brúnni og segir samtímis að þetta hafi verið algerlega ófyrirsjáanlegt en hann hafi nú samt verið búinn að vara við þessu. Það stendur ekki steinn yfir steini fyrir málflutningi mála. Það krafa íslensku þjóðarinnar að þeir sem bera ábyrgð á óförum undanfarinna ára segi af sér hið snarasta. Ef þeir gera það ekki, þá mun hernaðurinn gegn heilbrigðiskerfinu og öðrum grunnstoðum samfélagsins halda áfram nú þegar kreppan blasir við stærri og óhugnalegri en nokkuð tíma áður. Íslendingar, við látum ekki lengur bjóða okkur maðkað mjöl.